Og þá að laxi. Vistfræðingar óttast að laxastofninn í Þjórsá hrynji verði að Urriðafossvirkjun. Hún segir laxastofninn einn þann stærsta og sérstæðasta í landinu og ekki sé útlit fyrir að Landsvirkjun geti með nokkru móti komið í veg fyrir það þrátt fyrir yfirlýstar mótvægisaðgerðir. Helga Arnardóttir. Urriðafossvirkjun á aðalskipulagi Flóahrepps sem enn ekki tilbúið. Skipulagið verður sent til skipulagsstofnunar á næstu dögum. Fjallað hefur verið þau áhrif sem fyrirhuguð virkjun í Þjórsá hefði í för með sér á lífríki árinnar. Þar á meðal hinn sérstæða laxastofn. Ragnhildur Sigurðardóttir vistfræðingur hefur unnið að umhverfismati fyrir ýmis umhverfissamtök og kannað stöðu laxastofnsins í Þjórsá. Ég verð að segja að ég mjög áhyggjufull en það hvað afdrif laxins og líka sjóbirtingsins og margar þeirra fiskjar sem eru hérna í ánni. Ég hef miklar áhyggjur af því vegna þess að eftir því sem að ég hef skoðað þá hef ég hreinlega áhyggjur af því að stofninn verði nær útdauða en við erum samt að tala ein allra stærsta og sérstæðasta laxastofn á landinu. Þetta eru talið að 5.000 fiskar gangi upp ána á ári og það veiðast á meirinn 2.000 fiskar á ári sem 5% heildarveiði laxa á Íslandi. Þetta ekkert smárað, þetta ekkert lítið mál. Ragnhildur segir Landsvirkjun hafa greint frá því að komið verði fyrir svokölluðum seiðaveitum í ánni til að laxaseiðin komist í gegn þrátt fyrir virkjun. Slíkar aðgerðir bjargi ekki miklu. Það verður aldrei nema í besta falli óafturkræft tilraun. Sem stofni hef ég trú á. Ég meina hann kemur mjög væntanlega nánast að mínu mati nánast örugglega til með að hrynja. Algjörlega, það verður kannski einn og einn eftir að stangli en þetta verður ekki beinlínis heilstæður stofn.